2 mínútur yfir, það föstudagurinn 20. og 3. október. Nei, þetta ekki síðasti þátturinn okkur í október. Ég var að reyna að reikna. Þetta næst síðasti þátturinn okkur í október. Og já, 4:00, það Mötley Crüe á fónunum og FM 95 Blöður hafið göngu sína í yndislu veðrið hér í höfuborgin allavega. Auðun Blöndal heiti ég og sitt í mínu sæti. Beint á móti mér eru 2, já ég ætla að fara svo langt að kalla á snillinga. Sínu sæti lítur töluvert betur út enn í síðustu viku. Hann búinn að greiða sér, hann búinn að fötsa sig, hann búinn að raka sig. Fyrirliði þáttarins Egill Einarsson, hvernig ertu? Þú lastið mér í síðasta þetta, ég hugsaði bara ok, ég ætla ekki að mæta eftir órakaður hérna. Þannig að COVID-gilsi shaved í dag. Já, og það einhvern veginn bara bjartar yfir. Já, ég girti mig. Já. Ég fekk hárþurrku síðasta föstudag. En þú sagði samt að þetta væri your unemployment look. Já, ég veit, en það Ertu ekki ennþá unemployed? Þórólfur búinn að skella mér heim í stofu í 12 vikur á þessu ári. Já, ekki bara Þórólfur, sko. King Þórólfur, ég elskar gæðan á lífinu, sko. Já, en sko. Hann elskar að henda mér heim í stofu. Virkir í athugasemdum. Skelltur vel á bekkin í gær. En þegar virkir, pakkaður saman. Það living the good life. Þú hendur einhverju frétt og virkir koma og þú veist, lesa yfir. Það var einn af gamla skólanum um það hversu heimskur hægt að vera. Ég hló svo mikið þegar ég var að lesa þetta yfir. Ég verð nú að samt að stoppa þarna. Ég held að það sé nú bara einn maður hérna sem getur pakkað okkur saman þegar við fáum útborgað einu sinni mánuði. Og það Egill. Já. Ég var aldrei ná öðru sæti í tekjublaðinu. Nei, reyndar. Nei, það var ekkert upp. Manstu þér að Steindi vildi ekki myndi setja. Já, bara venjuleg. Ég var bara venjulega flöskuborði. Við vorum allir á það. Ég bara. Nei, þú varst bara geggjum jakkafötum, skellir hlæjandi, vaskreitur. Þetta var eins og var að leika í skets. Það var einhver að segja mér eða ég sjálfur að segja brandara og mér fannst þetta eitthvað gaman og það náðist geggjum myndaðir sem að Egill ætlaði að setja inn á Twitter þegar hann kom í ljós og væri næst launast listamæður landsins. Það fyrir mörgum ára. Það að stoppa ykkur. Blondale, þú ætti að sprauta inn aftur. Congratulations. Það er hátíðiskynli Þetta ég nú búin að segja ykkur þetta. Já. Þannig að þú búin að sprauta inn og tiny little bit. Bróðir, ég gruna það. Hvað mun hann heita? Gilsi blöð? Hvað er þetta eitthvað rugl? Ég hef bara ekki búin að hugsa svona langt ef ég var reynskilinn. Teddy Sverris, minnst þú skulda okkur félagunum allar eitt nafn? Þetta sé bara Egill Steinþór Blöndal. Já, þetta sé, já, eða Egill Hróar. Já, en ef þetta stelpa Egill Hróar Blöndal. Egill Hróar Egill Hróar fallegt nafn. Nú ég bara ekkert að stríða. En hvorugt nafni virkar á stelpu? Agla? Jú, Agla virkar, en hvað? Steinþórína? Steindóra? Ekki Steinþórína. Það er hægt að heita Steinþóra og Steindóra. Það er hægt að heita Agla. Já, en þú heitir Steinþór, ekki Steindór. Steinþóra. En ég kallaði Steinþóra. Ég hef aldrei heyrt það nafn. Steinþóra. Og hvenær mætir Egill Hróar Blondale? Egill Hróar, það er rosalega flott nafn. Hvenær mætir hann? Sterkt nafn. Ef þetta gutti, þá mætir hann í byrjun mæ. 7. mæ, þá verður við samfara. Eins og skýri 13. mæ, nei, það nú að vera fyrr. Ég held að það var eitthvað 4. eða eitthvað. Ég hef verið geggjað að það var 5. mæ. Þá var ætti hann ammál á 5. mæ og mjög létt að vera með þema í ammálinu alltaf. Þá var það bara tequila og sangríur og allt svona mexikan. Já, veistla. Ég náttúrulega meina 7. mæ. Já. Þetta getur dottið á sama dag. Já, það er rosalega. Fyrir hönd FN95 Blöð og til hamingju og Rakel sem eru að hlusta. Já, innilega til hamingju. Elsku vinnir. Og Tedda Sverris sem er vantilega að hlusta líka. Já, Teddi hlustar alltaf. Hann er grjótarður hlustandi. Það er alvöru fyllibitt á Teddi. Nei, hann er sem betur verið ekki byrjar að drekka. Enda 11 mánuða. En það er sko, herðu, ég verð að byrja að ræða funduði fyrir jarðskjálftanum. Það við náttúrulega bara einu sinni viku. Þetta er í fyrsta sinn sem ég finn fyrir jarðskjálfta á Íslandi. Já. Ég fann fyrir Suðurlandsskjálftanum á sínum tíma. Ég satt samt úti en ég fann fyrir honum. En þessi, hann toppaði allt. Ég var við Kleifvatn. Funduðu báðir þetta? Funduðu þetta? Ég fann ekki. Ég var við vinnu, það hristist allt húsi. Ég var á 3. hæð í Molli í Hafnarfirði sem er svo 50 ára gammal. Og þú ert alltaf álfur auðmikið, panikaður ekki? Nei, veistu hvað? Ég var eins og Steingrímur Jóð. Ég satt kyrr og ég var að éta hamborgara og franskar. Ég er ekki að djóka, ég var að éta hamborgara og franskar, ég var á fundi, við vorum 3. En varst ekki að tala daginn og verið búin að taka mataræði eitt svo vel í gegn? Nei, svona COVID er að fara illa með mig. En allavega, ég satt að það og svo byrjar helvitis byggingin að dúa. Þetta er náttúrulega Hafnarfjörður, við erum ekkert langt frá Kleifvatn. Og það byrja bara alltaf hristast og þetta stoppa bara ekki. Þetta hristist bara meira og meira og það var fólk á þessu veitingastað sem stóðu upp, tók Helga á þetta með fyrir vinningu fyrir honum, hann var bara að hugsa sig og það hljóp út og það var fólk sem hljóp út
Ég á Varst þú næsta borðið við mig Já, þú er náttúrulega ekki tímt að skilja eftir burgerin Ég bara, nei, málega það Ég panika mikið þegar ég panika í pestum Hvað ertu búin að fara í margar skemanir núna? 3 ár En það er bara 3 ár? Já, en þegar kemur að náttúruhamförum þá er ég ángreins, ég er steady as a rock og ég satt bara, ég horfði í augun á mönnunum sem ég voru að funda með bara snáðar, vinir mínir og það bara allt, þetta var líka svona gamall veitingastafur, þannig að það var glösin og það var allt í gangi. Hvað veitingastafur var þetta? Þetta var sem er í, hérna á annar eða þriðja í Mollinu, hérna í Hafnarfirði, ég man ekki hvað hann heitir. Mollinu í Hafnarfirði, þetta tala um fjörðin. Já. Helviti hart að kalla þetta moll. Það sem er karti, sem kallar klippingu, kartar. Já, þetta er sömu hæð. Það er veitingastafur, svona selur rif og svona. Þetta er verslunarmiðstöð, sko. Hefur þú farið inn í moll? Þetta er allavega ekki vel byggt, ég get lofað því. Þetta er ekki moll. Þetta er mollið í Hafnarfirði, þetta er bara tiny little mall. Já, man kallar þetta verslunarmiðstöð. Og það var allt á fleygiferðarna, nú er ég ekki að stríða ykkur. Og þetta var Varstu þú ekki bara á rif? Jú, ég var það. Sem var að beint á móti karti. Heilsaði ekki upp og heilsaði ekki upp á hann. En málið er að hjartastrákar, það tók samt alveg auka kip í vikun það. Þetta var skeri sér. Ég hefði tippað á þig hlaupand út, taka helgarhafna á þetta öskandi móðsúkur hlaupand út allt. Nei, þarna bara eftir að dæma mér á. Ég hef ekki eins og tekið helga á þetta. Ég hefði haldið að það hefði verið miklu verða. Steindi típan sem hefði stíið á aðra til að komast út. Nei, ég hef bara farið á læri. Já, bara ítt fólki. Ég hef komist að því til þess að komast þér út sjálfur. Herðu, eins og við tölum í síðustu viku þegar ég stál á barninu. Það hefur komið fram þetta margoft og ég veit það núna bara þegar ég er 35 og maður hefur upplegað ýmislegt að ég er ekki maður sem panikar. Ég frýs ekki. Nei, það er þetta gott að heyra. Veipaður bara, kveiktur þér í einni? Nei, en ég tróði vör og jú, laumaðist örgli í 2 smoka. Allir voru hlaupandum gargandi. Ekki allir, það var eitt ár. Þá náður ég Steindi pottið að íkja þetta. Við vorum hérna á annari hæð í sama hús að við erum í núna. Það hristist allt. Það var enginn sem hljóp og enginn sem panika. Það voru allir bara að horfa á hvern annan, bara what the fuck. Þannig að þetta hefur gert svipa hjá Steinda í þessu molli hans. Það voru 2 konur en hann vil meina allir að það er bara hlupið. Kaupið það ekki. Eigandinn á staðnum fór og tjekka á súlunum í miðjunni hjá rúlustegunum og þetta var alveg svona, þetta voru lætið. Alveg panik? Já, svolítið. Herru, hversu svalur var Steingrum í Jóð? Ekkert eðlilega svalur. Hæ? Hann er komið alveg street cred eftir þetta. Street cred? Steingrum í Jóð getur nú að run for president, þá mættu vinna með 100%. Staðfest. En Helgi, það er ekki búin að sem þú tóður redeem himself, þessu Steingrum í Jóð núna. Helgi Hrafn alltaf single-handedly setti Pírutana í 0%. Við fullum því að það er bara staða. Er hann ekki með street credit? Hann drap Pírata með einu múvi. Það er bara búið. Hann var líka, það er ekki til lengur. Hvað voru komið mörg gift með hann? En bara, já. Það er ekki einn að bara kjósa það er ekki hægt samt að drullið menn sem hlaupa þegar Nei, hann var bara hrættur. Já, hann var bara hrættur og þú veist, það er bara verðum að gefa hann það. Hefði hann verið einn í pontu, þá hefði verið alltaf leið. Hann bara, shit, það bara hljópa út. En með gamla skólan beint á baku sig, bara slökum öll á hérna. Þessna leiti þetta svo hitt lút. Hann líka kveikti sér í einni Steingrimur sko. Nei, þetta er ekkert sík. Það rúlaði pannuköku ángrið sigur og sulta og rjómi og allir baki. Hversu svalt að það verið að bara fekið sér eða sík og ætla að reiki. Það sem hann gerði? Nei, hann var ekki típand að reika. Hann var eins og Clint Eastwood. Íþróttafréttamaður. Þið var að gefa Steingrimur. Já, hann var grjótar. Það verður bara viðurkennast. Og Helgi Hrafn er örugglega bara núna bara í beddanum, vantarlega. Slakaðu á. Það kom jarðskjálfti sem var bara eitt sá stæðsti hingað til og hann ætlaði að stökk út af því að húsið er eldgamalt, hann ætlaði að hlaupa út. Hvað, eins og hann sé bara að keyra flokkin í 0 og komin í rúmið. Ég hef aldrei séð svona. Ég held að það sé ekki í beddanum. Ég held að bara helmingur af þjóðinu. Hann er að fara út úr herbygginu sínu. Hann er núna bara liggjað upp í rúmi í lasti hliðalögu og slögt á sónapurnu. Hann er ekki maður að fara út úr herbygginu sínu. Við erum þetta múf held ég. Nei, en heldur það að sjá bömmur yfir? Held ég það, blöð. Nei, ég er ekki að tala við þér núna. Ef hann er á lausu þá getur hann að loka Tinder-akkountinu sínu. En maður spyrir einu samt. En heldur þú að hann sé á bömmur yfir þessu Steindi? Nei, málið er það. Svona einn eðlileg mannskja. Við erum allir búin að tala um það. Við brugðust við að gamla skólanum í Skjálftanum. Er það ekki? Jú, þú var slagur og Egil fann hann ekki. En ég er að segja sko, hvað finnst þann fólki? Fannst fólki eins og hann ætti að taka Steingrim bara upp á bak og hlaupa út? Nei, bara. En ég minna að þú lausu Steingþór, sem þetta var þú hana. Akkur hættar það svo lausu? Hann er ekki bara harðgiftur Segjum á lausu Steingþór, síðan í pontunni. Af hverju ætti alltaf að tala um sem lausa?
og þú ert alveg horni, skilur, út á lausu og þú tekur sprettin úr og stengur með jóð, kveikist þér í einni fyrir aftan þig, þá er það bara búið. Partið er búið. Já, ég veit ekki af hverju heldur að hann sé svona mikið á lausu. Ég veit ekki, er hann á lausu? Rikki átti geggjað hérna djöðlói að tístunans Rikka á seti Forrest Gump að Helgi að sést í Hafnarfirði að hlaupandi hjá, hvað heitir þetta? Hérna Álverinu. Herru, þetta er málega að Helgi tekur út á kassan. Já, það er ekki jafn mikil skita og þú ert að tala um hérna. Nei. Við erum með Sturlan þáttandekur í dag, kæru hlustendur. Það er ekki alltaf sem ég segi Sturlan flottulaðkeppnin. Það var ekki tími fyrir hann síðast, hún mætir. En er ekki góð líka og ekki tíma fyrir hann aftur? Nei, við pössum upp á það. Við erum með nýjasta dagskrálið FN95 Blöð, Should I Stay or Should I Go? Hann er á sínum stað. Should I Stay or Should I Go? Við erum með Fellow Kids sem var ekki í síðustu viku. Þá tapa ég endinni í keppninu þar sko. Nei, hvað mennur þú vann síðast ekki? Ég er bara blöður ekkert eðla góður í og svo erum við með, ég talandi keppnir, það er spurningkeppni Gilsarans, hvað erum við að bjóða upp á í dag? Já, ég er með út af jarðskjálftanum. King of Earthquakes. Veit ekki alveg hvernig hún verður konungur jarðskjálftana. Er það viðbröðum? Með hvernig þú höndlar þetta Blöð, með hvernig Steindu höndlar þetta, þá var hann clear favorite. Veitu hvað, ég ger ekki neitt. Heyrður ekki hvað ég var að segja á hann? Ég satt alveg kyrr. Þú ert að clear favorite, sagði þú ert að vera líklega að vinna þetta. Út af þú satt kjör meðan konur hlupu út öskrandi. Fullt af fólki, öskrandi. Ég satt grafkjör líka, ég bara þurfti ekki að auglýsa eins og Steindi. En það svalar eitthvað einhver Steindi lesti þetta fannst mér. Af því hann var grenjandi yfir hvað hann hafi verið mikil hetja. Nei, ég var veipandi í Hafnarfirði, þú varst upp í vinnu, skjálfandi. Það er munur á þessu. Hvað er langt hérðan í Hafnarfjörð? Þú talar um eins og þú er bara verið á jarðskjálftasvæðinu. Já, við Klefa. Hvað ertu, 5 mínútur að keyra? Já, við Klefa. Ég satt bara þetta beintur aftan sem þú situr núna og bara, vá, djúið þristist. Það var ekki meira það. Þessi bygging hérna, hún var byggð fyrir 3 árum. Ég var í 100 ára gömlu húsnæði. Já, mollinu. Herðu, svo erum við með Sökkja Dick í fyrsta sinn í, góðan tíma. Við erum með sturla staðrendir. Við erum með þetta allt saman fyrir ykkur kæru hlustendur. Við erum í gír, vonandi þið líka. Og ég er með, drengir, það er bara, við erum í þannig gír núna. Fólk heyrir að við erum í gír. Þá kemur bara þetta bubbalagt í greina. They don't make them like they used to, maður. Jöfull er þetta gott lag. Þetta er geggjalag. Já, þetta er alvöru laganlega. Serbin Bubbi Mortens, annars er það að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957. Svona að þið skildu verið að hugsa hvað þið verið að hlusta á. Það fólk veit það ekki. Það væri spes. Þetta er bara svona þægilegt að opna á einhverjum, maður alltaf að reyna að finna eitthvað bara svona til að opna. Og Rikki vill líka að segja og segja sem oftast FM 957. Já, hér á FM. Hér á FM. Hvað, því að fólk er bara, getur það ekki bara, heldur hann að fólk sé svona villist að geta ekki sé hvað er að stilla á það? Ef Rikki kongur í beðunum þá bara gerur það. Það sjálfsögðu. Ég man þegar ég var að byrja á FM 957 og þá var Heiðar Austmann alltaf að skamma með ef ég sagði eitthvað lag væri lélegt því hann vildi meina að ég væri með beina tengingu við hlustendur og hlustendur eftir að hugsa jákvæmt stöðuna. Hárrétt og Heiðar Austmann. Já, góður punktur í honum. Rikki hefur nú skammað okkur líka áður fyrir að vera drullu við tónlistina. Já, en mér finnst bara erfitt að sitja á mér en mér finnst eitthvað lag viðbjöður. Hvernig leið er það Heiðar Austmann pakkaði það saman? Já, jú, það var skellur. Leið er svo piece of shit? Nei, ég leiði þetta alveg af. Herðu, eru þið tilbúinir í slúður, drengir? Já, við erum mjög spenntur. Er þetta fýtt pakki er þetta? Er eitthvað celebrity að drulla á sig það? Ég er með ágætis pakka og þetta er í fyrsta sinn síðan FM 95 Blöð byrjaði, Egill, að ég er með Matthew McConaughey 2 vikur í röð. Já, ég þýlík veistla. Já, hann var að gefa út bók ævisögu sinna, vissur það? Já, ég sá eitthvað fyrirsögn og ég ætla alltaf að sjálfsög að lesa þessa bók. Já, ég bara var pottidráði að þú væri búin að kaupa hana. Ég er ekki búin að heitir Green Lights. En ég mun gera það. Er hann að leiða þetta í þessari bóka að hann sé ekki slæmur í sleik? Nei, ég held að hann sé drullu með það, sko. En Green Lights. Já, í bókinni hins vegar opnar hann sig hvernig, fadir hans kvaddi. Og það var bara í kynlífi. Já, í sexual intercourse. Já. Og hann dó þegar hann var að stunda kynlíf árið 1992, segir Matthew McConaughey í bókinu sinni. Það er rosalegt. Já, og hann segir, þetta er samt pínu magnað, hann segir, ég trúði ekki, hann var pabbi minn og enginn gang drepið hann, nema mamma minn, segir McConaughey í kafla í bókinni sem byrtist í tímaritunum People, því að þau skildu víst 2 ár og giftust 3 ár og það var alltaf eitthvað svona vesen. Já. En svo segir hann líka í bókinni að draumur pappans var að deyja í kynlífi. Það mætti velja sér leið út
Vola fyrst mér að Þá væri það stunda kynlíf. Það er ekki draumið fyrir alla, er það ekki? Ekki besta leiðin til þess að fara Hann fekk hjartaáfall á baki Á baki Já, ég meina Spesa, eftir spesamt svona spesa gefa það út að svona viltu deyja, er það ekki? Nei, okkur En myndið þú vilja Þetta er deyja? verið döðdagar allavega Já, ég meina þú auðvitað, það er alltaf til miklu verið döðdagar en myndið þið vilja deyja svona? Já, fyrir ekkar en að Ok, brenna nefndu betri döðdagar, ekki að 5 sekundur Svefni held ég Já, ekki lefuna, það er betra Nei, samt, þú ert að stunda kynlíf Þú ert að ná hámarki Stendur Finnst þið skemmtilega að sofa en að stunda kynlíf? Nei, ég er svona meira að hugsa hina manneskuna sem Þetta fær er bara basically, líkon á sig ok Svo þú fattir hvað við eiginlega erum að heyra þetta Þetta er svona ímyndar að þú myndir deyja í tölvuleik Já Það var ekki ekki Þannig leið honum Já, þannig leið honum, já, hann var mjög Þú ert í Call of Duty með nokkrum úlingum drepur eitthvað og þá deyrðu þið Hvernig gengur streymið? Herru, streymið gengur mjög vel Þú var að gefa ykkur að þjálfun hjá mér nýlega? Nei, ég gaf þetta daginn Sorry, ég náttúrulega Án svo spyrja þið ekki Spyr mig aldrei, en gefur alltaf þjálfun hjá mér í streymið Og ég nefnir ekki tvöði því Þannig að fengi bara clients Já, ég áða til að fá mér þessi streyminu Og það, sko, alltaf tjattið er opið Og það er einhver sem pantar þetta Ég með þetta að komast í fjárþjálfur Jú, ég gefum það bara, það er ekkert mál En sko, svo mátt ekki gleyma því Þetta er vinsælt streymi, þetta er frí auglýsing Þannig að minna fjárþjálfuna Sérstaklega í atvinnuleysinu sko Ég á eftir að fá ykkur í streymi King Thor elskar að henda Gilsson heim í stofu sko Já, ég veit að hérna, mínir menn í tölvuleikja heiminum þau myndu dyrka að fá ykkur félagana í eitt streymi En nú eftir að kynna mér þetta Segðu mér að Matthew McConaughey lesi inn á hljóðbókina af bókinni sinni Green Lights Hann fær ekki eitthvað trú til Hann lítur að lesa sjálf Hann lesa hann sjálfur Wow, hvað er að kaupa þessi bóku Ef við heittum röddina í Matthew McConaughey Svo hann hlægir líka um milli Hann reyndar Þetta er bók sem ég var til að lesa Það eru marga góða sögur sko. Hann var handtekinn nakin að spila einhverja bongodrómur Já, hann er einhver bad boy Robert Downey Jr. var líka handtekinn nakin Svolítið í þessu Hollywood-leikara handtekinn naktir Pínur svona eins og ég var þegar ég var 11 ára Það var alltaf að reyna að vinna með pening með að strippa Hæ? Hvað er það? Já, ég var stundum í vesinni Sérstaklega í körubóltaferðalögum og svona Fyrir það hóp? Vini mína Já, ok Nei, það var bara fyrir kennarana Það var að blöð var að gera niður sig og sjóða okkur Nei, þetta var oft þannig ef að sko, spilafík mín byrjaði að snemma og ef við vorum í körfuboltaferðalagi og ég var búin að eyða peningnum mínum kannski í spilakassin í staðaskála vitandi að það voru 2 nætur framundan í Reykjavík í körfuboltaferðalaginu Rippar það bara fyrir pening? Þá spurði ég oft til dæmis ef við værum í valsimnin ok, hvað fæ ég hleyp nakin héðan og þangað og menn sett í púk 100 kall, það verið kannski komin upp í 1200 kall I did it Já, bara entrepreneur Ég meina, já Ég var entrepreneur Þú þurftir rónstykki með osti og stykku Já, ég bara þarf að lifa Næsta, slúður og Egill, ég var ekki eins og búin að hugsa þetta hvað þetta er sterkur pakki fyrir þig Kim Kardashian er næst Hún var 40 í vikunni við óskuminni til hamingju með það hér í F95 til hamingju og til hlusta Kim en þetta hefur verið að taka núna hefur verið að fara að taka upp síðustu seríun af Keeping Up with the Kardashians Helvítis Horfður ennþá á þetta? Þetta er gott TV Já sko, gömlu þættinir eru gott TV Núna finnst mér þetta hræðilegt Svo leikið og Pappa Steinda horfður mikið á þetta Ég efast að hann horfður ennþá Já, he's a huge fan Já, ennþá á nýjustu seríunni Því ég tekka á þessum daginn Í gömlu seríunum þá var þetta alveg raunveruleika sjónvarp Af því að þær voru bara alltaf heima og veist mér fannst þetta skemmtilegt til að byrja með og ég viðurkenni alveg, núna er þetta bara það er engin tími í þetta, það reyna að hittast einhvern tímann þarna, ok, hittumst á miðvikudaginn og dögum eitthvað og það verður myndað þetta vantaði allan sjarm í þetta alveg gjössanlega, fannst mér allavega Já, en hann horfður á þetta gamli hann veist þetta ekkit aðeinslega skemmt Pappin hefur náttúrulega ekkit og hvernig heldur hann upp á Big 40? Það er ekki komið ljós, það kemur ljós í næstu viku því að fólk þarf að fara með að veit enginn hvert þau eru að fara, þú bara mæta með passan upp á LAX flugvöll en það er ekki það sem ég ætla að fjalla um. Er hún að splæsa á fólkska? Já, ég held það. Og það er nóg til þarna sko. En hún var hins vegar að segja í viðtali að það væri ekki hagkvæmt fyrir hana að vera lengur með Keeping Up with the Kardashians því hún fær meiri pening fyrir að birta eina mynd á Instagram heldur en fyrir heila seríu af raunveruleika þáttunum Keeping Up with the Kardashians. Já, hún er með 190 Hvað fær hún fyrir? Hún er með 190 followers. En hvernig græði hún pening að setja eina mynd? Ég meina að segja að þú er með derhúu
sem myndi heita bara Blondell. Ég fór og tekka og hún myndi mynda sig með Blondell derhúna. Þú myndi selja eftir postin svona 50.000 derhúna. Já, en ég fór einmitt að tekka þessu. Hún ekkert alltaf eitthvað auglýsa á Instagrami sinni. Stundum þetta bara myndir henni. Já, þetta samt alltaf eins og mast ekki. Þegar hún var með hringinn og var að sína hún væri trúlofuð eða gift eða hvað sem þetta var. Já, þá var það frá einhverju vissu fyrirtæki. Já, þá var hún í Calvin Klein Arium í bakgrunni. En fær hún svona þá fyrir alla myndir? Product placement. Þú færur $1 million á mynd. Alltaf ekki, hvað svo veist? Ég ætti að setja eitthvað hliðin á þetta á innstæðan, selja. Pluggaður ekkert það? Herðu, já, þá það síðasta slúðri. Ég enda eiginlega versta pakkanum. Þú veist, ég geti lofað eitthvað því að Steindi veit ekki hver þetta er. Veistu hvað Katie Price Steindi? Jordan? Nei, hann búin að fróa sér yfir henni repeatedly, ekki lofaður sko. Sýndi hún á mynd og veit hver þetta er sko. Það getur vel verið, en ég veit ekki hver þetta er. Reyndar ef, sko, myndir sem fylgir fréttinu, hún eiginlega bara óþekkjanleg í dag sko. Hún búin að spyrja. En í hvað myndleikum? Nei, í hvað myndleikum? Hún leik ekki neitt mynd. Þetta var svona bara fyrsta, þetta var Kardashian Bretlands og búin að vera í 15 ára. Já, nei, Jordan, veistu ekki hver Jordan er? Hún var með Dwight Yoakam, eignast barn með honum Harvey. Ég veit ekki eins og hver hann er sko. Dwight Yoakam. Ég í tómurugli sko. Já, en hún á 5 börn og að reyna við 7. og hún komið svona raunveruleika þátt þar sem að hún alltaf að pissa á óléttupróf og fólk fær að vita ef það að fylgjast með þættinu hvort þessi ólétt ekki. Þannig að hún og Er hún að gera það í hálftíma í hvert sinn? Nei, það eru eitthvað meira þarna. Hún 42 ára og er með Woods, heitir hann hérna, og hann 31 árs. Ég elska svona liði sem getur ekki sleppt draumnum þótt hann sé löngu farinn framjá. Alveg allt búið. Finnst þið það verið að gerast þarna? Finnst mér. Mjög og okkur óléttu prófi, ég veit ekki hvað þetta er, aldrei hirtum þess að mannesku. Þetta er agalegt, þetta er svona, þetta er orsalega sorglegt sko. Það eru mikið af þessu fólki sem bara svona orðið allt og gamalt og asnalegt og getur ekki sleppt þessu sko. En þú veist ekki hver neittnir. Ég veit það má ekki glemast. Ég veit það. Og ég get alveg lofaði að kannski ekki yngsta kynslóðin sem er að hlusta en svona margir sem er að hlusta veit alveg hvað Jordan. Já, hún pottet mjög fræg en það sem ég að segja er hún komin á þann. Ég er Instagramin hennar, hún óþekkjaleg með hvernig hún var bara fyrir. Ég veit það, hún er eins og eitthvað málverk. En þegar þú ert komin á þann stað að þú ert bara að reyna að ríkhalda svo mikið í lið. Þú ert að mýga óléttupróf. Já, hún er ekkit þáttunni gengur ekki út af það, hún pissar á próf í hálftíma sko. Nei, ég veit hún er með raunveruleika þátt greinlega. Já, einmitt. En já, svona þættir eru náttúrulega bara deyjandi, fólkin ennur sig ekki lengur. Eiga bara salt í grötin. Hvað er hún með marga á Instagram, followers? 2,3M. Já, samt, sér það. 2,3M, voru ekki að segja, voru heimsfræða. Kim er með 190M. 2,3M. Þú getur ekki fara að líka. Hún er satt með M. Þú veist, þú ert með M fyrir aftan. Já, það er fullt af Íslandingum M. Nei, það er ekki margir. Þrír. Nei, miklu. Animist, Katrín Tanja, Animist og Sara. 4. Rúrik er komin undir kúluna. Já, Rúrik er að dansaði við kúluna. Hver er aður? Já. Það er 5 íslíkar yfir einum. Já, ég myndi segja að þetta væri alveg nóg til að prove my point sko. Hún samt með 2 milljón ennþá. Ég hef ekki séð hana, þetta er í fyrsta sinn sem ég séð hann í slúðri, ég veit ekki hvað lengi sko. Já, hann ekki Rúrik farin að pissa óléttuprófið. Hafið er vantilega stærstur. Hvað er Hafið með? 3,3M. Er það með, helvítið það mikið með þér. Já. Ég hef ekki séð hann vera mjög á neitt. Nei, herðu, þetta var slúðurpakki dagsins. Við skuldum auglýsingar og svo er það kortmyndur frekar og skelltu á mig Klefi hér eftir smástund. Það er árið eftir Ingo. Í kvöld er gigg. Það er þáttur í ánum að föstudagskvöldum. Geggjaði þættir. Ég held að sé Birgit og Hauk. Það er ekkert eðlilega góð þætt. Já, ég er mjög ánægður með þetta. Hann er eitthvað svo góður í þessu en Ingo. Þægilegur í sjónvarpi, skemmtilegur. Já, Ingo er bara svo einlægur og nettur gauð sko. Við höfum oft rætt það er einn besti gestur til að fá hér í F95 blöð því hann segir nákvæmlega hvernig hún líður. Þetta er mjög gott. Þetta er okkar maður. Já. Þannig að við minnum á hann klukkan er ekki alltaf 19:10 eða eitthvað, 20, allavega á Stöð 2. Það er helviti skemmtilegt. Já. Og til hann ekki með það, Ingo? Það er komið að hvort myndur frekar, drengir. Hver er með það, Blondell? Ég er með það, ég er búin að vera með það núna síðustu 3 eða 4 vikur og ætla að halda því áfram því að ég er að fá hlustendur eða follower á Instagram hjá mér. Plís ekki segja mér stóri sem er spurningu í dag. Nei, stóri er ekki með spurningu í dag en ég hendi inn á Instagramið mynd morgun og fekk hjálp frá fólki þar og ég fekk geggjaða spurningar og ætla að taka 3 af þeim. Skrítið fólk að senda inn það? Nei, bara venjulegt og gott fólk. Þetta er ekki gróft í dag en þetta er samt skemmtilegt. Steindi, manstu þú veipar þegar jarðskjálfti kom? Já.
Ég var það slagur. Hann veipaði ekki, ég get lofa þér. Já, ég er náttúrulega Steindi svona típan að setja pottið svona upp hendunar. Wow. Eitthvað svona, ég er ekki að segja að hlaupið út. Alls ekki, getur ekki bara fundið security footage af rif hérna í fjörðunum og getur ekki bara díla við þau og senda Getur vel verið. Já, ég get alveg talað þar meistar því ég satt kyrr, ég veipaði og ég horfði að fólk hlaup út. Ok. Ertu búin að fyrir skimin í vikunni? Nei, ekki ennþá. Hvað er búin að fara í margar nú tótal? En ég þarf samt að láta ykkur vita því að mér finnst ég vera að kvefast upp og slappast upp. En byrju, þú ert í 4? Nei, þú ert í 3 og barnið í 1. Jú, dóttir minn fór einu sinni og þú 3 að fara í þetta maður. Þetta setja prik upp í heila, þetta er viðbjöð. Hann var leik, hann var gæðin sem ég fekk var ekstra leðilegur. Hann vildi stríða Gilsárum, ég fekk þetta upp að Þú sagðir okkur í síðustu viku. Ég veit, hann hætti bara að setja inn. Ég veit ekki neitt mann á Íslandi sem er jafn til í þetta COVID að fá þetta og Auðun Blöndal. Ef ég heyri í honum þá er hann í kringlunni að Smáralind að hanga. Já, finnst þið ekki líklegt ég að fyrir kringluna til að hanga? Það er bara að chilla. En Steindi, ég heyrði hann daginn, hann bara, hvað ertu? Ég er kringlunni, það er svo viljið fá COVID. Ég bara, nei, ég þarf bara að versla hérna. Lífið heldur áfram, ég var með grímu og Við fórum út að borði. Ég er hægt að vera meira paranoid. Við fórum að borði í hátinu, það var lesið við Blöndal. Okkur öllum Blöður að passa sig, menn hann spritta sig Já, ég er alltaf með grímu. En okkur segir að þið lesið við mér. Við fórum á Kúliakan og hún lét okkur heyra það því að við þurftum allir að vera með grímu. Það er vist eitthvað ný regla, mátt ekki fyrir hann veitingastað lengur nema sem er grímu. Reynda vissi ég það ekki heldur. Ég held að það sé líka bara glæn ný regla. En ég veist að það getur vesen, ég á nokkra félaga sem hata þessar grímur. Mér finnst þetta getur að stórkvæmstöld vesen. Bara með grímu. Já. Sveppi Krullvaldun heyra þegar hann fór grímulösi búti búði ekki. Nei, það var ekki gæður við síðustu ykkur, hann fór í bónus. Gamall maður. Díla við King Þóról, ég veit hann að hlusta. En að opna bara gimmin 3. nóv eftir 10 daga eða ish og setja bara grímuskildu í gimman. Já, það er líka bara nettu. Var ég bara hlýraból með grímu. Það er nettu Jackson bílingur í þessu. Jackson var alltaf með grímu. Herðum. Þessu er ógæslega að vera samt að æfa með grímu. Já, ég tek og það móður og gera það fyrir health, Stóni. Þú ætla aldrei lappa hann í gimm á æðiðinni, sko. Þú getur ekki talað um health við Stóni. Ég er alveg stuðnings með þessu að opna gimmin. Ég skil ekki akkur þau eru lokuð. Maður og verra mataræðin ruslatunnan heima hjá mér, sko. Herðu, eru þið tilbúinir? Það er svolítið þannig. Fyrsta spurningi, hvort myndir frekar skít á ykkur í hvert skipti sem þið setjast niður eða pissa á ykkur í hvert skipti sem þið stöttuð upp? Þetta er þroska. Þetta var Hildur Margrét sem að senda þetta. Já, mitt, greinlega að þenni. Mér finnst þú góð. Já, þetta er góð spurning en það er greinlega að þenni. Það er svona blotnallur. Já, því að svo þægilegt að vera allir út í skít. Nei, sko, þú ert ekki allir út í. Ef ég tillir mig niður, segir sér að vera important business meeting. Já, og þá skýtur það. Ég tillir mig niður og Björgi Tór og hvenær hittið þú Björga Tór? Og Heiða Guðjóns og allir þessi kongar, skilur. Og ég tillir mig niður. Ok, þú getur hitt Heiðar sem er snillíkur en þú ert ekki að hitta Björga Tór. Við hittum þessa menn reglulega blöð og þetta er bara, við erum að velta steinum þetta. Egill, ertu ekki að fara að segja að þessi betra skít í sig það? Nei, ég er ekki að segja það og það er ekki vond lykt. Já, en þegar þú mígur í þig þá ertu búin að eyðileggja sófann. En þú ert bara í svona man-bleiu. Má vera í bleiu? Nei, má ekki vera í bleiu. Nei, ég er að segja, þú veist, má ekki vera í bleiu. Ef þú skýtur í þig, þá myndi ég halda, þetta er svo astnald að tala um þetta svona. En það kemur ekki vond lykt, þú mígur í þig. Það er svo spes að vera með rík. Já, sko, ef þú skýtur í þig það reyndar finnst lyktin Já, lyktin er algjör mínus, rétt. En ef þú skýtur í þig þá fer það ekki út um allt. Það er í narjónum og það klemmist að milli raskina. Þetta er svona vesen. En ef þú mígur í þig það er sófinn, gólfið, það er allstað fötin, þetta er bara svona þú getur það ekki það er kamildýr, ef þú pissar í það fer ekki út um allt gólf og sófa. Já, þú getur ekki haldið í þig lengur þá þarftu að míga, sko. Já, viltu meina þetta fara bara allan sófa og gólfið? En hversu oft þarf maður að setjast á dag? Því ég er með standandi skrifborð hvernig tillir maður sér? Maður tillir sér aldrei. Ég set sér mest Þetta er munurinn áður. Þannig að ég það svartin engir. Þetta er bara, ég ætla að velja að pissi því miður. Sko, ég vinn með tölvu. Ég ætla ekki að skýta á mig hvert skýt ég sest niður. Það er alltaf að velja hlandblöður að framann. Að tvennu illu. Það er ekki meira að kenna. Þú er standandi allan daginn. Hildur Margrét sem er bara aðinni. Ekki meira að kenna. Veistu hvað, þetta er svolítið þannig að maður vinnur við tölvu allan daginn, annarkvort að maður, svona hálft árið, maður að skrifa hálft árið og hitt árið í tökum. Ég ætla að segja skít í mig, af því að þá myndi ég sitja þannig og það verður Getur ímyndað hvað þetta er að sitja með kúk í bossan og fyrir fólkið í kringu þeim og líka þú ert gaming marga klukkutíma, ég senni það ekki í þín megin saur. En hvernig haldið þetta að sé með hittstrákar? Þá ertu náttúrulega blautur og kaldur og bara skiptur nærbuxur, það tekur skellin. Maður þetta var með föt með sér. Miklu lettar að skipta.
En allavega, þið voru ekki sammála. Ég tek það Nei, ég mátti ekki breyta, nýja reglur. Jesús, nýja reglur. Næsta spurning. Hvort mynduð frekar taka 1 putt af barnin ykkar, þá er ég að tala stelpunir ykkar sem er á sama aldri. Taka 1 putt af þeim. Jesus Christ, hver kom með þetta maður? Eða 7 af ykkur. Hann var hann Þórir Eiðsson sem heitir með þessum. Þetta er alveg félag spurning. Þórir Eiðsson Jésús. Sko, maður velja putta af the child. Ég held samt að Þannig að þú ætla að beint í það að taka barninu. Ég er að velja máli, taka 7 af. Ef ég er með 3, þá er ég vel hægur að senda e-mail. Vel hægur. Þá er ég svo blöð að senda e-mail. 1 putta. Það er bara 2 vísi vingura. Já, ég er með 2 putta. Ég skrifa an incredible rate með allar minna 10 putta, sko. Ef ég er með 3, sko, ég lengi að vinna. En getur ekki bara tekið símtölu? Ég er að veltaði fyrir mig Ef að maður er skýt saman sem er 9 puttar, sko. Er það? Ég veit ekki, ég hugsa upp á, sko. Þetta er náttúrulega Þannig þú ætla að taka putta af barninu. Steindi, hvernig ætlar að hrista það með 3 putta? Manni finnst Jésús. Ég held samt að það sé nú bara alveg hægt, sko. En Jésús maður. Herru, Ég fór á myndskrita. Þetta er ógeðslegt. Herru, þú veist, auðvitað gæti maður, þú veist, ef þú speglar þetta blöð, nú spurðu þú, ég veit þú þarft ekki að svara. Ég er ekki að svara. En það er ekki hægt að taka putta bara tetta blöð. Nei, það verður erfitt. Það er bara ekki hægt. Það er klippa hann af. Og við erum búin að lifa núna, þið eru búin að lifa 50 ár og ég er 35. 50, við erum í 40. Já, þið er 40, sorry, 40. Þannig að, sko... Sástu hvað ég sett á Instagrami? Þú varst að tala fyrir 5 ári síðan hvað verið hræðilegt að við erum áttið 40 í þættinu. Hvað fann þetta? Ég var bara að hlusta þátti sjálfur. Ég var að hlusta gamla þætti og reyna að fá hugmyndir. Eitthvað aðdóðandi að senda á þig? Nei. Já, ég held að verður maður ekki bara að taka skellin á sig. Þú tekur 7 puttaðir? Já, maður er búin að taka 35 ár með 10. Og rosalega erfitt. Egil, þú varst ekki sammála þessu, þú ætlar að taka einn af vefu. Ég veit ekki, þetta er mjög krefandi spurning, sko. Það er að taka putta af barninu sínu, sko. Hvaða 3 putta værið þú meðstandi? Byrjum á hægri. Já, ég myndir þú hafa allt á sömu hönd? Þumal á annari hönd. Þumallin er mikilvægastur. Ég myndi hafa alla á Hvernig getur sömu þú hönd. verið gaming? Ég geti það ekki. Eðlilega. Ég myndi vera með þumalvísi og löngutöng. Þannig ég geti verið með mús. Ég geti verið með miklu mús. Músin virkar. Ég held að litli pöttin sé ofmetinn. Og hann er byrjus, þú þarft ekki að nota. Ég held að ég kippa einum af efuðu bara. Ekki hef ég notað hann áður. Ég held að töðu ekkert mikið með það. Þannig þú tekur litla putta af efu. Já, Steindi, þú tekur 7 af þér. Já, ég held að það sé hjarta sig. Það vera gaming expert þannig. Já, það gengur ekki vel þannig. Síðasta spurning. Og þetta er basically hvoru megin viljið taka sásökan. Það er Ingi Þór sem sendir þessa og mér finnst hann alveg áhugaverð. Hvort myndið frekar kúka vassmelónu eða pissa golfkúlu? Þetta er basically hvort takið þið sásökan eða velja framan eða aftan. Þegar fólkum að stilla úr að byggja núna. Nei, þeir eru líklega samt live bara í mynd að gera þetta sem auðvitað að spyrja. Þetta er alltaf bylgjulestin, sko. Þetta er partykallar. Ok, þetta er alveg sásökan framan eða aftan. Sko kúka vassmelóna frekar stór. Nei, já, hætti að hugsa, þetta þarf ekki að vestmelóna. Ok, bara vesti, basically eins og það vera að fæða eða... Þetta er náttúrulega strákar eins og að fá kidney stone, nýrnasteinar. Já, en ímyndaður að vera svona stórir. Já, en enginn ákvörðu fengið nýrnasteina. Við þekkjum þetta ekki. Nei, við erum búin að hefnir, greinlega. En þú náttúrulega kúkar mikið, Steindór, meir enn the average Joe. Já, ég tek undir það. Það er líka bara út af mataræðinu. Nei, já, og líka kannski bara svona típunni, sko. Típunni? Nei, ég er að segja bara fæðustu sem skítatýpa? Nei, ég meina, sko, flest öllum finnst velja þessa vassmelónu. Eða? Já, við tökum að báðir. Báðir? Já. Það sé verða hitt? Já, ég held að sé alltaf verða. Það er bara það. Tökum þann skell. Þið takið þann skell. Ok, herðu, vitið hvað erum að fara í hérna? Nei, hvað er það félagni? Út eftir að fíla þetta. Hvað er þetta? Wow, when you hit song. Já, er þetta ekki Your Only Love Song að þetta? Jú, það er bara Stronger Without You. Thanks. Það held ég þér að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. En við erum ekki beinni útsendingu núna því að við Steindirum komnir inn í klefan. Það er klefin góði. Já. Okkar uppáhaldsklefi. Og sko,
Við hefum nú verið að reyna að dreifa svolítið klefunum. Stigagangurinn kom inn daginn í fyrsta sinni langan tíma og margir sem að vildu fá að láta skella á sig. Við tókum það í síðustu viku en þú heimtar að fara aftur í það. Já, sko, málið að þú komst með taktík sem ég bara var ekki búin að kveikja á. Ég ætla ekki að fara að elda hana, en ég var bara ekki búin að kveikja á þessu. Ég hringdi í tannlækni. Já, þú þurfti að bíða heilingi eftir honum. Já, það var það sem ég langar að bæta upp. Ég hugsaði náttúrulega bara það er svo sterkt að hringi ykkur sem er svo upptekinn. Hann er enga tími í þetta. En svo fattaði ekki, þetta er bara aðstofa mannski sem svarar og þarf að ná í hann og ég tapaði svo dýrmættu tíma. Ok, þannig að þú heimtaði rematch. Ég heimtaði rematch af því að ég ætla bara að vinna. Mér finnst þetta samt pínu óþægilegt. Þið finnst þetta eiginlega skemmtilega en mér. Já, mér finnst þetta, þú veist, þetta er samt óþægilegt. Þetta er hrikalega óþægilegt, en þetta er gaman. Við megum náttúrulega, reglan er bara, láta skella á sig á með tíma án þess að vera ógeðslegur. Já, það má vera með svona barnalega dónaskap. Já. Herðu, ok, hvort fyrir undan? Sko, ég byrjaði síðast. Mér finnst að þú er að byrja. Ég væri líka bara til að... Hvað svo lærir það mér það? Já, og líka bara vera með tíma. Þá veit ég hvað ég þarf að slá. Já, við þurfum að... Erstu með klukkuna hérna ready? Skræðklukkuna? Já. Halló? Já, er það Raskat Prömpusson? Hæ? Er það Raskat Prömpusson? Hver er þetta? Þetta er þegið og skittiði? Já, er eitthvað að þér það? Já, ég er með bullandi niðurgang. Það er múst þetta. Vá, hvað var þetta? 15 sek. 15 sek? Þetta getur bara nýtt met. Býtu, þetta, við höfum aldrei verið á þessu tíma. 15 sekúndur. Gangið þið vel. Þetta er bara leiðilegt. Nei. Nú nenni ég ekki að gera. Þetta var bara vel gert. Hvað geti toppa 15 sekúndur? Nú, ég get valla að hilsa upp á mannin. Hvert vildi þið ringi? Ég var til að hringi einstakling, alveg saman og þú, af því að fyrirtæki, ég held að fyrirtæki megi ekki skella það svona rætt. Þau verða að vera bara já, en get ég aðstofa þig, allavega að segja 2 og 3. Ok, en þá þarftu heimasíma? Já, veistu að ég ætla bara að ringja í einhvern heimasíma. Nú er bara, ég er ekki fyrir brjálaður inn í þetta símtal. Halló? Já, góðan daginn, ég er að ringja til að betla smá pening. Ég er ekki að ringja fyrir góðgerðarfélag, heldur ég bara að ringja fyrir sjálfa mig. Bara út á COVID, svo ég geti verið heima að borða saltpillur og hrist mig. Hver er þetta? Ég er að hringja fyrir góðgerðarfélag. Máttu missa ykkur krónur? Nei. Ok, gerðu það. Hey, okay. Gerðu það. Bye. Gerðu það, svo getur hrist mig. Skellt á, hann er búin að skella á. Hvað var þetta? Ég vann þig. Ég vann þig 24 sekundur. Ég er að segja það. Já, ég held ég væri svo með þetta. En vel spila. Þetta var vel gert. Ég var bara í þessu til að vinna í dag. Já, ég sá það. Af hverju komið svona rosalegt keppniskap í því? Af því ég get ekki tapað 2 röð. Djöfull, við gerum þetta aftur í restu. Við verðum að gera. Þetta er komið gott. Nei, við verðum að gera. Nei, Steindi, ég get ekki alltaf verið að syngja og kalla mig Rassi Brumbusson. Best of 3, best of 3. Það er best of 3. Best of 3, já, í næstu viku? Já, bara best of 3, svo sem er fyrstur upp í 3. Ok, þú fær kannski sens í næstu viku. En, akkur spurði hann hver þetta væri? Ég fekk það líka, hver er þetta? Og minn með þess að tók pásu. Hver er þetta? Varstu með 15 sekundur? Ég var ekki með síma minn. Jú, ég var að taka tíman að þið. Tjóð, var það gott maður. Það er met. Þetta var skellt á. Og já, ég er eiginlega orðin bara glaðari með þetta núna eftir ég sá hvað þú tapsar. Ég fíla Fílaði það? Finnst þú hvað að töfa það? Ég veit þið. Mér finnst þetta bara að vera svona lag. Ég myndi ekki setja það sjálfur á. Nei, ekki alls. Í geminu. En ég ætla að minna á, við erum að sjálfsögðu bóði Keilu hallarinnar og það er eitt sem þarf vel að koma á reynd hérna í þættunum að það er opið í Keilu alla daga frá 5 til 9 og þetta er eiginlega besti tíminn til að fara í Keilu fyrir fólk af því að það mega bara vera 20 manns. Þannig segjum ef þú ert með einhvern hóp til langar að gera eitthvað helgina. Það er passað upp á allt þarna, það er verið að sótthreinsa og allt bara allt tipptopp. Þá myndi ég panta núna ef þú er átt ammali og vilt bjóða 10 viniðinum eða eitthvað. Þannig að það er, við viljum allavega láta vita, það er opið í Keilu allar það. Já, allir undir, ef þú ert undir 15 ára, þá telur ekki með. Þannig að þú getur basically mætt með svona 60 manna hópa það. Já, bara fullt ólingum. Það er svo sniðugt, en allavega, ef ég væri sjálfur að hugsa að fyrir Keilu þá er þetta besti tíminn. Já. Af því að bara þú ert eiginlega með alla brautina fyrir þig.
sem geggjað En það komið að spurningakeppni Gilsarans hér í FM Já, King of Earthquakes King of Earthquakes, maður Ég skil ekki hvernig maður ætlar að vera með 10 spurningar Eins og síðast, þú veist, ég var alveg til að vinna þetta síðast sko Já, ég meina þetta er allir núna að ræða hann í aðskjálta sko Já, en hvernig verður hætti við þetta og aðrir ekki Þetta er svolítið bara, þetta er svolítið það sko En gengur þetta þá út á að vera kongur að vera ekki hrættu við jarðskjálfta? Það var bara hann ég viti Já, bara svona hver höndlar það betur skilur Já, ok Steindi, Ég höndla þú meina hann að höndla þetta rosalega vel? Ég við báðir Hann er favorite sko, sálega Hann var bara á veitingastað og veist Fólk stóð upp öskrandi og hann reyði sig ekki Kveikti sér bara í síkó Það er bara nákvæmlega sem gerist En sko, þetta eru nokkar spurningar og ég er bara forvitin Hver er hrættar við þetta? Já. Þannig að sko, byrjum þetta hefur þú mælst á jarðskjálftamælum á giggi einhver tíman? Já. Það hefur gert Vel gert þarna, að monta okkur eins og þessu Það hefur mælst á Þetta var Já, okkur giggi Þetta var sameilet gig þegar við vorum á þjóðatíð og við fengum fólki til að hoppa það mikið að það mældist á mælum Djöfull var það gaman maður Ég ætlum að henda þessar inn að því að með okkur Þetta er snuðið tjálum, þetta er góð auðlýsing Já, ég meina þessi átjásmanns hoppa allir á sama tíma þá er Kristall jörðin Þannig að það segi sjálft Hefur Gella sagt við þig Vá, þetta er nú bara eins og lendi í geðeikum jarðskjálfta Jésús Og þetta er að vera completely honest núna Ég heldur að það sé það sem er að Heldur ég sé ekki búin að svara núna því að eru að hugsa hvort ég ætla að vera completely honest eða ekki Já, Ég get alveg lofa því að það eru enginn sagt það mér Ég held að gellum eins og þú notar alltaf orðið ég held að þeim finnst ekki sérstaklega hot að lenda í jarðskjálfta Það er En byrju, ertu að tala um að þú hoppar upp í rúmið að hristist allt? Ertu að tala um bara í sex life? Það var gaman Já, nei, ég hef ekki verið það öflugur að einhverju hefur sagt það við mig 1-1, mjög spennandi Sefurðu silkislagur á nóttunni því þú varst að kaupa þér mjög sterkt 300 fermetra luxury house fyrir serious cash og þú veist að enginn í jarðskjálfti getur rústa því Nei Blöð Þetta er svo þreitt Nei, já, ég er ekki neinu 300 fermetrum Ertu eitthvað Já Hvað þarf ég að fara að sína þér bara fastegna sem ég geti það? Þetta er okkur eftir með þetta í hverri spurningin Er þetta eitthvað sem ég á skammast mig fyrir Ég keft með raðhús eða Þetta er svo astanlegt Nei, hún þarf ekki 300 fermetra og ég er ekki að hugsa hvað sé safe í jarðskjálftaðan eitt Það er ekkert að vera að brotna eða kemur Ekkert frekar en þitt Já, ég er samt bara í fjölbíli sko, ég ekki Já, ég líka, ég er í raðhúsi Húsin okkar allra stóðust allavega þennan skjálfta Ok, það er Er þetta ekki punktur þiflu? Nei, og langt ifrá Ég er bara ekki eins og spurður í þessari en það er ekkert mál Steinþór Steindir í raðhúsi líka En hann er ekki búin að uppgæta Já, hann uppgræta frá síðustu íbúð Það að vera bara nýbúin að gera þetta til að fá punktu Já, bara pínlítið raðhús og ég get sagt bara tíu miður, hann eigi á þetta Pínlítið, ertu ekki tekja að höra raðhús Áttu lítið barn heima en þú taka raður að það er annað á leiðin Hvað hefur það með jarðskjálfta að gera? Getur þú sagt með það? Ég bara, þú veist Ég ætla að taka upp hanska fyrir þetta Ég skil ekki hvernig þetta tengist Var þetta ekki King of Earthquakes? Hvernig getur þetta tengst í jarðskjálfta? Ekki nema að sé að tala um að hafa verið skjálfti Nei, hann talaði bara ekki neitt um það Nei, þegar þú veist, þegar þú fara bak þá hristist rúmið og alltaf Já, þjóð bergar alveg sorglegt dæmi Þú veist allir þangaði tenginga Blöndel, ég þarf svar Já, það er annar barnaleginni og já, eitt barn Steindi, you're trailing núna Veistu hver er trailing? Það er þú, Steindi komið 2, ég er að þetta í 2 Þú ert trailing, þú ert enda bara með 1 Þetta er góða punktur En er ekki bara 2-1 líka í keppninni? Já, 2-1 í keppninni, blöður yfir Hljópstu öskrandi út um allt eins og Helgi Hrafn eða fékkstu síkó eins og Steingrímur Jóð Þegar ég er að skjálftum var Ég fekk með, sko, við fengum okkur alltaf hvoru er síkó en við skiljum hvað áttu við vorum slakir, við hlöpum ekki út en við, þú veist Ég fekk með síkó Já, en okkur brá og við vorum kyrrir og við tókum þetta inn Ég hendi einum skröðpoka bara í vöruna Þú veit það síkó Maður hélt alltaf áfram að gera sitt svona, bara svona 6 sekundum eftir þá var þetta bara búið
En ég fann samt alveg, ég ætla ekki að vera bara hérna og hafa þetta og svo létt eitthvað, en ég hugsaði með mér bara, shit hvað þetta samt mikill viðbjöður. Já, maður bara power. Bara hvað þú ert, þú getur ekki stjórnað neina. Ímyndar hafði þetta verið 1 upp á 7,5 eða 8 eða eitthvað. Vá, maður fyrst röldleysi. Heldur það? Já, en við Pottið, maður var alveg, úst, það voru allir pínu smeykiður og finnur þetta allt bara, allt húsið hristist, ég ekki sama, en ég hljópa ekki neitt og ég satt kjör. Já, nú ég ekki að stríða ykkur neitt. Ég ætla bara að vera alvarlegur. Ég veit ekki hvað á að gera samt sko, einhver sagði fara undir borð, en ég sé ekki hvernig það hjálpa mér í jarðskjálfta. Ég hef aldrei farið undir borð, ég hef frekar hlaup út. Þú fórst ekki undir borð Nei, ég bara heilt þetta, farið undir borð og farið undir hurðakarm, en ég skil ekki hvernig það hjálpa mér, en maður áður bara hlaup út. En við sátum Það er 3-2 fyrir blöð. Hefur reynd að greiða sekt með limnum á þér? Svarði ekki. Helviti búið að fara ofta yfir þetta maður. Það er svo ofta að fara yfir. Hvað er þetta með jarðskjálfta? Hvernig tengist þetta jarðskjálfta? Ertu að byrja að bara skýra þetta eitthvað og setja svo inn sömu spurningarna? Jú, það er pílan sem er að gerast þetta. Hefði það gerst, þá hefði það líkt í rúm og það er rist. Ætlar að tengja þetta svoleiðis? Ætlar að tengja þetta þannig? Er það tengingin? Það er samt Ég er basically, sko I basically need an answer. Það er agalegt að vera með að bakinu stundi. Það var reynd að greiða sekt með limnum á sér. Já, það var bara ekki nátt því líka. Hver var að því? Ekki ég allavega. Heldur að ég hef tekið 1500 krónur sekta framrún og sagt bara, ég get ekki borgað þetta. En ég er með margt annað í bóðið. Þeir eru rugglaðir. Þetta fór að taka þátt í þessu. Ég tók panska fyrir þetta. Ég líka. Ég er bara að taka panska fyrir þetta. Þetta er ekki tengt í jarðskjálfta. Ég er að segja, ég tók panska fyrir þetta. Já, ég var líka því fyrir þetta tengist ekki í jarðskjálfta, en þetta er samt svona ef ég fer að hugsa, þú er svo einu sem er reynd. Já, sá sem væri með þetta á CV, það væri vondur hann. Sá sem fyrir þann mann. 3-3. Það er ekki ég. 3-3. Akkur það sem Fekk hann punkt, hann er búin að segja sér 3-3 kemni. Alþjóð veit hvað gerðist þarna. Nei, alþjóð veit, ég hef ekki sagt frá þessu. Ég varst ekki. Ég sagði, sko, var ég bara að segja söguna hill. Já, þú sagði, þú gott sagt og... Nei, ég sagði það ekki. Sagði ég það? Hann baði númerinn. Já, hún sagði nei. Hvernig getur þú tengt þetta svona? Ég nenni ekki að gefa þér það. Það er að gera niður, þetta er ekki flókið. Æ, hættu þessu Einarsson. Haldt áfram. Djöfull er þetta leðilegt, maður. Þetta er ógeðslega leðilegt. Þú er bara hreinskilin. Þetta er leðilega sem ég gert. Ok, þú veist að ég held með þér í þessu stetti. Já, þetta ég hef verið að hugsa svona langt. Nei, hvað er þetta? En þú baðstu númerið hennar. Hvað varstu þá að hugsa? Af hverju vildur þú númerið hennar? Hvað hefði verið, þú ert ungu strákur hana, hvað hefði verið draumascenaríó fyrir þig að það hefði endað með því að þú fékkst númerið hennar? Allavega ekki, að losna undan sektinni. Það sektinni er bara komin inn í kerfi. Hún bara setur það inn í tölvu og sektinni komin bara á okkur skrifstofu út í bæ. Heldur að hún geti bara, heldur að hún myndi fara að vera bara svona, herri, ég er að spæði fara bara niður til neyri í höfustöðarnar og ég ætla að taka þessi sekt tilbaka bara. Ég ger það bara. Ok, geðu það. Vel útskipt. Það nætti að leggja fyrir bútt. Nei, auðvitað ekki. Aldrei. Ok, 3-3. Sko, hefur verið graður í kringlunni? Hvað, má ég klára spurninguna? Þú veit ekki hugmynd hvað ég er að segja? Já, ég víst veit ég það. Hef ég ekki hugmynd? Nei, ok, heldur ég veit bara ekkert hvort að fara, heldur ég veit ekkert hvort að tala núna. Hvernig getur þetta verið viku eftir viku? Við getum þetta að setja reglu en ok, klára hana. Ok, þið veit ekki hvað ég er að segja. Það er ekki hugmyndu hvað ég er að segja, sko. Má ég klára það goddamn question? Já, þú varst í kringlunni, nei, hvernig var það? Hefur verið graður í kringlunni að hlaupa eftir gellu enn og eftir klúðrar og ekki einu sinni jarðskjálfti hefði getað stoppað þig. Já, þetta er Halda okkur skjálftir. Já, takk fyrir að koma með jarðskjálfta inn í eina spurningu. Það er mjög þakklátt í svona keppni King of Earthquakes. En hérna, þetta er bara nei á mig, alveg pottitt. Já, mig líka. Nei á þig? Nei á báða. Nei á báða, já. Það er það sem við sögum. Við sögum báði nei. Já, það hefði ekki stoppað ykkur. Ertu dópaður einnig? Hann er búin að segja það núna 5 þættir hann hljópi ekki á eftir henni. Farðu frekar í að bara hefur jarðskjálfti ekki stoppaði að fara á samkomin sem hún heldur og eldir hana. Já, þú er að hlusta á sögurnar. Og ég bara held ég gera þess að sögu upp á tíu. Ég segja það. Ég hef aldrei hlaupið í kringlunni. Ég hef aldrei bara hlaupið ekki svolítið að ná búð fyrir lokun. Ég hef aldrei hlaupið í kringlunni. Bara æfum. Ok. Varstu að hrista þig at the same time og jarðskjálftinn kom
Og þar leðandi fór hann framhjáður. Þú veist hvar við vorum. Við erum búin að segja það. Hann samti þetta að þú var ekki jónu það. Það mátt ekki rakka allt niður, Steindi. Heldur að Logi Bergman breytir bara niður spurningunum? Be the bigger man hérna, Steindi. Þú hefði getað tekið hana samt út. Þegar við erum búin að koma inn á Ég var eitthvað upp í vinnu, það hefur verið mjög skrítið að ég verið að því. Já, og ég var að veitingast að ég hafna fyrir það. Við ennþá er ég bara að vera handið. Ok, það er 3-3. Já, 3-3. Og lokaspurning, ok. Hefur stöðumalavörður Ok, það er bara 4-3. Ég tók þetta bara. Nei, meira. Ég býrðu forðið núna þegar þú búin að spyrja. Reynda sagt að þig og þú sagt orðrétt. Hvað segir þú frá hvernig mig greiði þess að sagt með því að búið til jarðskjálfta í Svefnabrekinu? Þetta er bara lélegt. Ekkert annað en lélegt. Og engin punktur í bóði, það er bara punktur. Það var jæftefli í dag. Það jæftefli. Sagður þetta? Er þetta 4-3? Sagði ég, hvað spurða mig alveg hvort ég að sagt það. Þetta er bara 4-3. Nei, 4-3. Já, 4-3 sagði þetta. Ég sagði meinti 3-3. Nei, býta, Egil, þú stjórnar spurningkeppninni, hvernig fór þetta? 4-3 fyrst á hann. Það er gaman að heyra. Herru, Rigning á þróttaramerkinu í dag, það er svo það er. Býtu yfir að regna. Já. Það skýta. Þá er sóli bara, það er hérna King bara grautur í gangi. King Svali er komið til Tenerife aftur. Já. Því það að ég sé að fara í áramótaferðina mína er ég ekki að fara. Nei, ég rætti við hann um daginn, hann er ekki bjartstinn. Er hann á sjúkrahúsi eða bara heima á sér? Bara heima á Hann lítur að við sótkví þegar hann mætir eigin. Hann heima á Tenerife. Já, fjölskyldan er ennþá í Íslandi, sko. Það er svolítið, fór hann einn út. Já, til að byrja með. Það er í bókinum. Já, þú ert ekkert að fara neitt illmyndi í miður. Nei, því miður, ég held það. En það er komið að nýjasta dagskrálið FM 95 Blu og það er dagskráliðurinn Should I Stay or Should I Go sem að Steindi Junior. Should I Go. Ég ætla að koma þeirra óvart Steinþór í dag. Það er svoleiðis. Já, er það sem þetta hérna er. Ég gerði þig greiða. Og blandaði, þú ætlar að kíkta á hann á skjáin. Já, ég er búin að sjá þetta, ég var að hugsa hvað það er. Málið er, út af því að þú veist þú er það miklu skemmtilega að hafa trailera fyrir nýja dagskólið. Hann er búin að gera trailer fyrir mig. Ég laumi að vera inn í dag. Nei, gerður þú trailer? Yes. Djöfull er það gott, en það var ég búin að segja það áður. Þú ert með besta trailer-röddina. Fyrir Should I Stay or Should I Go. Hvenær gerður þetta? Bara í dag, bara í, veist, Þetta er nýkomið á bettana hérna þú varst á kúljakarn í einum jökulköldum og laumaði mér hérna Hvað veistlan maður? Er þið tilbúinir? Þetta grínast, hendir sér gang right now. Þú ert annað með það? Já, ég bara kom honum á óvart. Fáum trailer, þetta er nýjasti trailerin fyrir Should I Stay or Should I Go. Everybody likes me. I'm nice. I'm a great person. Newsflash. Hvað var þetta? Þetta var harðasti trailer sem ég hef heyrt. Þetta var harðasta dót sem ég hef heyrt á ævi minni. En byrju, gengur dagskrálinn út á þetta? Nobody likes you. Þá er þetta má ekki vera svona. Maður er basically að reyna að velja. Sko Egil, ég er með fullri vinningu. Er ég miskil að konceptið það? Sko, ég er mjög ánægður að hendi trailer. Ekki miskil mig, ég dyrka það. En þetta er bara, ég veit ekki, þú sko varst ekki að hlusta í síðasta hætti. Þetta er, maður þarf alltaf að senda einn út í af eiginu, eða ekki? Það er ekki að því að nobody likes him and he's a piece of shit, sko. Þetta er ekki þannig og þú deyrð ekkert og það er ekkert, sko, þetta er dramatísku leiður. Það er maður að senda mannesku af. Já, en ekki að því að maður hattar það, því að maður þarf að velja aðra. Það er ok. Er ekki út af það að það er piece of shit? Nei, þú, sko, nei. Og ég var kannski að tad of harði þá. Ég þarf að velja á milli mömmu og pappa síðast. Heldur ég að það var að hugsa, pappi, get off the island, you piece of shit. Getur blöð. Hlustaði bara á liðin, maður. Ég get kúplaðum kannski aðeins niður fyrir næstu. Sér hvað það var samt fyndið, maður. En þú veist, þetta var algjörlega ekkert það sem við erum að gera í þættinum. Getur þetta að spila leynusvenn? Við veit ekki hana. Hann er stuttur samt, hann er stuttur. Hérna, má ég fá að heyra hann trailer þegar þessi liður er búinn? Bara þegar við förum úr honum. Herðu, það er allavega komið að Should I Stay or Should I Go og Steindi, ég er ekki með það. Sko, recap, ég er með free pass. Já, það er eitt free pass. Þeir eru báðir með eitt free pass. Þetta eru 3 spurningar. Herra Steinþór, Já. Er þetta 3 scenarios? Já. Yes. Þetta eru Það ræður hvernig maður tekur free pass. Lagið er komið undir. Það er stemnu að hækka aðeins í þessu blöð. Það er svo geggjalega, sko. Þetta og þetta eru 3 spurningar fyrir meitt frí passa, þannig að ekki nota nú að snemma, drengir. Ekki. Nei, maður þarf að nota að snemma. En maður þarf að nota einhvern veginn allavega. Þið verða að nota hann einhvern tíma. Ég ætla að byrja á bara svona ég held hún sér þægileg fyrir ykkur af því að þetta er ekki svona manneskja, þetta er ekki gæja sem þeir að hanga með á hverjum degi. Ok. Bara rétt til að koma ykkur í gýrin. Hvor þarf að fara Af eiginni og hvor þarf að vera og nú ætla ég að taka gömlu góðu spaukstofana. Þetta er Randver eða Örn Árnason.
Ég þarf ekki að taka passan hann en mér þykir vænt báða en Þetta er náttúrulega bara góðsagnir. já, Randver fer hjá mér. Það er Randver sem fyrir þér. Get the hell out of here. Svo almáttur, þetta er náttúrulega bara þetta, ég ætti ekki að vona þessu þetta. Nú, Randver. Örn Árna, afi, ég get ekki sagt hann. Nei, Randver er samt lykillinn af þessu öllu. Já, ég dýrka Randver en Örn er allavega, ég er meiri Arnamaður. Hvað segir Egill Einarsson? Þetta er mjög erfitt fyrir mig sko. Muni þetta Randver-sketchunum hjá Tvíhöða Já, sturlaður. Þegar hann kom í rúf hann. hjá John Gunnar og Geggjaður. Eitt af besta sem ég heist. Vá. þeir fannst mér sko ná svolítið tilfinningunum mínum at that particular time því að mér fannst erfitt þegar Randver fór Já, Hann reykir nú spekstofan. Já, já, það var erfitt. þú veist, út af því að Randver, ég er harður Randversmaður Já, ég líka. þannig að afi get the hell out of here get the hell out of here Ok, ekki með það sama. Þið eru ekki með það sama. Nei. Þetta byrjar svona. Herðu, þá og er Randver er að það. hlusta, I'm a huge fan Já, já. Þá er það. Ég fíla Randver í tætli líka. Já, varst að drepa hann fyrir 5 sekundum Já, sko? hvað hatað þú Örn Árna? Já, hann er ekki drepist. Hatar ekkert, sko. Það deyr enginn. Það er bara, þetta er útlægi. Hann er ok. bara farin til Brussel. Bara að vinna bar. hann er svona konceptið er hann er piece of shit eða ekki, ekki? Nei, það er bara Nei, það er trailerið bara- þinn. Nei, það er trailerið. Ok. Það er enginn piece of shit í þessu. Ok. Þá er það næsti. Og næsta spurning er. Hún er erfið. Það er bara þannig. I'm gonna use my free pass now Nei, það þú er að hlusta. Nú er að heyra. ég veit ég er að fá það Ok. þetta er erfitt núna Hvor þarf að fara af veginni að eilífu? Og hver fara að vera? Konan ykkar eða barnið ykkar? Ég ætla að byrja. I'm gonna take a free pass. Mother balls Holy shit. Það er að ef að Dr. Poop notar Dr. Poop, er ef það hann nýtt? notar sinn free pass má ég það ekki nota my free pass Nei, má ekki þessu umferð. Já, já, þú áttir að kalla þetta. Þú þarf þarf að ég að senda Það er kona eða barn. Þessi er bara ógeðslega óþægilegt. Það er En þessi léttur er suma. já, það er blöð Er það? Já, menn eru búin að skilja í slæmu. Já, einmitt, hún er léttur en marga. Já. málega blöðurinn sem er stríðað meira í svolítið keppnum blöðurinn er snögg það er ekkert eðlilega snögg Já, það hefur þú strítt ert bara að spyrja ykkur spurningu og höndin er komin upp ég held að sé henni treyfa svona hratt Nei, nei. Herru, svara þessu. ok Hvað er þetta að hugsa um eil? hvað er ég að hugsa ég er að senda hann okkur kona út í, af landinu eða the child sko Já, já. god damn it jæja Gurri get the hell out of here segir nú bara get the hell out of here get the hell out of here get the hell out of here Hérna. hvað er ég að gera? Nei, Og takk fyrir að taka, ég má ekki nota maður fucking free pass á þetta. Hvað er ég að gera ef að þú sétt spurningin sucks sem maður langar ekki að nota maður free pass á? Þú þarft ekki að svara síðustu. Sko, en þú getur svarað henni. Þú þarft ekki nota því free pass. Þú varst líka með free pass síðast, hérna á síðustu spurningunum. Þú Ég svo hægur. vona að þetta sé erfitt út í ég hata, ég veit ekki hvað ónotaðan free pass. Nei, en eigum við samt ekki að gefa þér það að þú veist hvað áttur að velja batnið þetta. Nei, það er ekki hægt. Það er allir gert það saman. Þá er Nefna að krakki hann alltaf dreif leðilegur, sko. Og þetta sjálfsög sendt hann bara á landinu, sko. Já, láta hann alast upp bara í AC. Já, herðu, það var þannig. Manneskjan fyrir til AC. Og er bara- er að Þessna vinna held bolla. ég eiginlega geta bara sleppt my free pass því að Rakel elskar AC. Nei, Getið við Það er það ótalíslega. segja. Elskar Rakel AC, ég. Nei, hún bjóð í New York í mörg ár og hún vil meina að AC is the armpit of America. Horfur New York búin á AC, bara svo Íslandingur horfur á, hvaða shithole hérna á Íslandi? Já, sko, það er ekki til Svo- það mikið shithole fyrir Ég er ekki- Íslandinga eins og New York búar líta á AC. Orðan á þannig. Nei, Sauðárkrókur er Ég var ekki ekki shithole. grínast Blondale. Herðu, Kókurinn hann, sko. það er þriðja spurning. Getur við Birgir. ekki trailerinn fyrir þriðu spurningu? Svona allir fór hérna Já, bara til að heyra, Momentum já, build-up. líka bara til að heyra hvað þú miskildir þetta mikið. Hvað vil ég trailerin aftur? Já, ég var að tala um konu eða barn, Fyrir sko. þriðu spurninguna Okay. Já, af því að þú varst núna á hann að tala um hvort að konaðin að badnið þetta að fara þá ætla ég að spila trailerin fyrir þig, þú hugsaði núna þú ert að hugsa um konaðin að badnið þitt. Everybody likes me. I'm nice. I'm a great person. Newsflash. Nobody likes you. Get off the island. Son of a bitch. Which one of you is a piece of shit? It's time to find out. Time to go, you boring piece of shit. Get off the island. Get up. Get up. Fyrst er þetta eiga við, þú varst að hugsa um konaðin að badnið þitt. Þetta er svo góður trailer. Hann er betri annars geti. Djúvill, það er hart, Ok, þetta var kannski Mögulega geti skrúan 20% niður Já, Og það vissulega. með konsepti hjá
Þú finnur þetta ekki á okkur neðajar og klubum í bara Berlín sko. Ekki svona Hvar finnur þessi lög, mann? Herðu, síðasta spurningin hún hljóma svona og Egil, þú átt fríspassa þannig að þú basically ræður hvort þú spila núna eða ekki en þú hlustar á spurninguna og ákveður hvort þú vilja taka þátt Hver fer af veginni, hver verður eftir og spurningin það eru við hérna félagarnir í stúdíónu Egil, það er ég eða Öddi og Öddi það er ég eða Egil Málið núna get ég I wanna use my free pass now I'm gonna take a free pass I'm gonna take a free pass Þá er það Auðun Blöndal Svo þarf ég ekki að særa neitt í þessari spurningu Auðun þarf að særa Já. og ég ætla að beða þeim að horfa í augur af þeim sem þú sendir í Hann burtu er bara að drepa annarkonum okkur Nei, ég er ekki að drepa ykkur Nei, AC, Já, þú veist. það er AC Já, annars sendur okkur til AC Sko, Þau eru verið í AC í stendi Þarna Já, það er endar ágættar Þarna kemur skellurinn og þetta er eiginlega bara það sem bjarga mér í þessu Já, án gríns það er AC það Já, það er AC að Og þú veist að Egill Einarsson myndi aldrei geta blömmað sér AC Hann fór ekki með okkur í síðustu ferð Steinda Junior líður vel í AC Ég hef aldrei sem mann jafn hamingju saman Og Steinda Junior í AC með nokkra liti við hliðin á rúllettuborðinu með 3.000 kall undir sem endist honum í 10 tíma Þannig að ég þarf eiginlega að segja bara því Þú miður ert eiginlega að senda til himnar ekki Já, bara Steindi Ég ætla bara, veistu hvað, ég ætla að þakka þér fyrir Hefði þetta ekki verið AC, þá hefði þetta verið 10 svona erfiðar Þannig að við þurfum eiginlega að hætta með AC Já, sko, það getur vel verið strákar Vitið hvað, ég er að spá ég að uppdata leikinn og ég ætla alltaf að vera með nýjan stað í hverju keppni Þannig að það gæti verið stundum 6 feet under Stundum er það AC og stundum er það bara útlegði í kannski ár Flytjandi Blöndósar, ég ætla bara að víxla þessu En þetta var Should I Stay or Should I Go í dag Og það kemur, já, þessi dagskrálegu kemur feskurinn í næsta viku Og talandi Túborg léttul, þá steytist í jólabjörn, drengir Þannig byrjuð nóg, það verður held ég engin lest þetta árið Ef við ekki að fá okkur 2 félagar Fjandinn hafi það Ég held að það sé nú alveg í lagi Ég held að sé upp á spjórum minn Já, hann er bestur, það er bara þannig Jóla Túborg En það er líka gott að hafa hann bara einu svona ári Já, gera hann svona meira spesial Já, maður er svona spenntur að detti í jólabjörn Já, og svo minnum við á tilbúðið á Shaken Pizza alla helgina Það er ekki F95 blöð helgi, það verður bara einu sinni á svona 4 til 5 mánuða fresti En þið getið keypt ykkur pizza að matilu og fá næstu pizza á 1000 kall sem er þetta geggjaðu dýl Það er rosalegt Já, en Steindi, það er komið að klefa hjá þér sem að þú tókst upp í dag Virtum dagskrálið Já, Þetta er virtu dagskrálið sem heitir I suck your dick Já, það er komið Fólk er bara að segja mig svona Við byrjum að greiða eitthvað sem endar á Suck your dick sko En þetta er aðeins byrja að catch on í þjóðin Já, ég veit ekki hvort það sé sniðugt. Nei, það er ekkert sniðugt En herru, ég tók klefa fyrir dag og ég gerði það með breyttu sniðistrákar Það sem ég gerði núna var að til þess að hafa þetta raunverulegra að ég væri einhvers stað stattur út í fjarska Ég var sko, sem sagt að þykjast vera fastur upp á heiði Já. Þá fann ég bara á YouTube svona vinterstorm hljóð Herru Já, varst að nota þetta í símtalinu? Hélt símanum bara svona Ok, og sagði að ég væri í vesinni og ég væri kalt og svona ok Ef að setja símtalið á Já, það ekki, ef ekki að spila þetta og hérna Hér kemur hinn Já, virti dagskrárliður á Suck your dick og hann er búin að vera í góðri pásu Já, þetta er komið tíma á hann Tjekkum á þessu Ekki allir Jóhann. Halló, Halló? herru, kemst ég Já. væri sens að komast í dag hjá þér í dekja skipti Já, minnstamáli. en svo heyri kannski þá er ég upp á fjalli Ok. ég er að hugsa djúvillig, hvað er brjála veður þetta sko ekki heldur að sé eitthvað fræðilegu möguleiki að það sé hægt að koma til mótsömi og pikka kallinn Nei, því miður. er það ekki með neitt sem geti skottast sem er bara á jeppling eða eitthvað Nei, við bara komst ekki í það með alla mannskapin í að skipta. Gæðu, það sakja digg maður Það er svona öllu grunni sleftu heldur að þú geti græða og það er sakit Nei, því miður, þá er það ekki hægt. Er það ekki hægt? Ha, Er engin starfsmaður það sem geti komið á bíl og skotist bara við erum að tala um 40 minn akstur ég er það réttur utan bara og ég gleyma það ha. Nei, það Ég því gleyma- miður, Ha? það er bara ekki hægt. Að ég gerði það Það er sakit, gerði það fyrir mig Ha, því miður, við komst Að ég gerði það, það er sakit Gerði það, Nei, það verður því öllum miður, bókin Það við verður komumst tepókin ekki. og það verður mínus grænipókin Mínus grænina með pókin Það er sakit, það er sakit Nei. Gerði það fyrir mig Byrði En getur þú skvöldla til mín helsastekjum Borga ekstra fyrir það
að sakit? Þá notum við önnu fyrirtæki í það að koma þessi tíðin. Hvaða fyrirtæki eru það? Ef það er eitthvað starfsmaður það sem getur skotast, þá get ég en við sakist erum nota bara eins og póstinn og flytjanda. Geta þið hvað myndu þið koma fyrst við hjá ykkur? Já, komum við ekki til þeirra. Já, hefur, hvernig væri það? Ef ég myndi fá okkur til póstunum til að koma til ykkar, þið myndu hendi honum dekkjum, hann myndi sakja digg, svo kemi hann áfram bara til mín og ég myndi taka við dekkjurum og hann sakist digg. Það getur ekki þess að gengi frá svo netinu og við rættum þessu. Býtur þið eftir að segja mér að ég sé með heimasíðu, ég get bara skrifa þar og þið getur komið dekki til mín. Alveg örugglega. Og ég þarf ekki að sakja digg, en nobody digg. Það er ekkert vitlaus hugmynd hjá þér. Nei. Þá fer ég bara á netinu núna og Já, ok, ég finn ykkur bara á netinu, ég panta bara dekkin og þau mæta til mín hérna, upp á heiði. Og já, maður veit ekki, þeir geta saman hvað kemur með þau, það er sakist digg. Takk fyrir þetta, takk fyrir þessi góður ráð. Sakja digg. Gangi þér vel. Já, takk fyrir það. Já, takk. Já, bye. Það er komið að sturluðum staðrendum, drengir. Já. Það er til að róa þetta. Þetta er svona Það er eini rosalegt. Já, þetta er svona eini virtiliðurinn og eini liðurinn sem fólk lærir í þetta. Já, ég myndi nú segja samt að Samt fólk er mikið að læra. Ha? Virtur. Já, það er alltaf að koma ykkur viskumálafélagarnir. Já, ekki ef það er ekki sturluðum staðrendum. Já, menna það? Já, ég held að sé eina svona og sko það er fullt af fólki sem hefur sendt mér á Instagram að það hefur nýtt sér sturlaða staðrendir. Já, og algengasta er að til dæmis eða þú að fara að skera lauk í kvöld. Já. Verið með tyggjó, þá grátið ekki. Það er allt bara einhver Sigga Kling í Brooklyn að skrifa þetta á heimasíðunni. Nei, þetta er nefnilega allt Það er virka. fínt að ég vita það þegar ég var inn á Pizza 67 að skera lauk á sínum tíma sko. Já, ef þú ert með tyggjó, þá grætur ekki. Það sagði mér að enginn þegar ég var gómur á 67. Varstu ekki bara Ég var að vaska upp og keira út og Pizza 67, varstu það? Síman, já, Kitty Páls var að baka. Ég hef örugglega Einu sinni miðri verið bara törn að fá mér á pizza í 67. þér. Ég gleym aldrei að miðri törn í Pizza 67 engi alltaf. Það var Kristinn Pálsson, það var eini bakarinn á staðnum og það var brjála að gera frammi. Ég var í ágæsluna það og Kitty var horfin og bara var ekki að baka. Við sagðum, hvað er Kitty? Hörru, það var hann að baki inn á salerni Herru, já, á staðnum. við ætlum að fara í sturlaða staðrendir. Og þetta er a true story. Það er Það gerir þessu. Hér En kemur það gerist ekki í dag. Já, þú ert að nafngreina. Já, það er komið að fyrstu Bara fyrir our fans, ekki svo að segja þetta fram að sko Fyrir fram hvað? Nei, einmitt. Herru, það er komið að fyrstu sturluðu staðrend dagsins. Það er talið að einn af hverjum 10 Evrópubúum sé getinn á IKEA-rúmi. Já, ég er gamall IKEA lagarkomur sko. Já, en heldur þú að Það er vera ímyndaði hvað seljast mikið á rúmana. Einu Einu sem ég gerði þegar ég var lagarkomur það var að afgræða rúm. En heldur þú að vera getinn á einu slíku? Ég er mjög líklega að geta einu slíku. Já, Já, það held varst ég. einn af hverjum 10. En er mamma þið pappi ekki svona harðið rúmfattalagasmenn? Ég bara, hvað er rótirista rúmið? IKEA er með góðan díl, eða ekki? Já. Jú, Ég hugsa, ég er líklegur hérna allt bara þegar ég bjóð hérna í Svíþjóð og ég er náttúrulega fættu þá en Þú náttúrulega varst í Svet. erum IKEA fjölskylda. Þau voru að harka og reyna að byggja hús á þessum tíma þegar ég var að koma í heiminn. Hverju varst í Ég var reynd að hugsa, var komið IKEA á Íslandi þá? Þú hefur verið getin að bara einhverju ógeðslega Ég var dýr lagarkomur í mörg 10 ár sko. Já, ég er ekki viss að IKEA hafi verið komið 1979 eða eitthvað. Sér hvað eru Nokkuð vissulega að gamlega. vera lagarkomur 1979 sko. Ha, Hvernig eru þið fættir? 80? Jésús. Hvað ert þú, 84? Það minna 4 árum. Það er gamlir. Gammal ógeðslegur á við. Riki G. alltaf er rúmfattalagan. Já, Hún skellt sér alltaf á bakarna og dínulagan. akkurat. Herru, það er komið að næstu. Þú ert líklegri til að fá hyggsta ef þú varst kitlaður sem krakki. Voru þið kitlaðir sem krakkar? Ég átti flippaða frændur sko. Já. Það sko að kitla mig. Hvað segirðu, að fá hyggsta? Já. Líklega að fá hyggsta? Þú færði oftar hyggsta bara sem fullorðið maður eða þú varst mikið kitlaður sem krakki. Ég veit, það get mikið hyggst þetta svona sko. Nei, það er ógeðslega óþægilegt að fá hyggsta. Versta sem þú lendir í með hyggsta, það er út fullur. Því að þú ert að reyna að útskýra fyrir einhverjum að þú sért ekki það fullur en ert með hyggsta, það er ekki hægt. Þú ert kannski búin að drekka, þú ert búin að drekka hann um daginn, konaðin kannski með þér eitthvað og þú bara, nei, ég er ekki svo fullur. Þú getur ekki, það lítur svo illa út að vera með hyggsta þegar þú ert fullur. Já, en sko, það er svo létt að losna við hyggsta. Nei, trúðu mér, ég er rétt að drekkur á kolvi. Já, drekkur á kolvi, ég er rétt að halda í mér andanum og bara allir bakinn, það virkar ekki neitt. Þetta er bara svona loftbóla inni þér, eða ekki? Er létt að losna Nei, mig. það getur það er bara ekki létt. Á kólfi, það En þú veist, þú Er það setur, létt? það sem þú gerir, þú tekur bara sopa. Já, trúðu mér, ég hef reynt þetta allt þegar ég er fullur. En það virkar mjög vel hjá mér. Ég tek bara sopa og ég á þess að kynkja honum, bara venjulega sopa, uppréttur, á þess að kynkja og svo beigi hausinn alveg eins langt niður og ég get og kynki.
og þá bara fer hann. Ég er að segja, ég hef reyndið þetta allt. Svo Ég var þetta- eins og með hyggstaði 3 tíma fyllir í og Þetta það var- var mestu viðbjóð sem lendi í. Og þetta konum að bregða þér. Robert Pattinson bauð stólkar sínum sem var kona á hans aldri út að borða og kvartaði líf sitt í 2 tíma. Konan hefur ekki haft samband við hann síðan. Þetta er heldur snuð. Þetta er mjög vel gert. Það er þetta Basically rosalegt. sýndir hvað hann er leðilegur. Já. Þetta er vel gert. Já, og ég með fleiri frægu fólki. Daniel Radcliffe fekk að vaka hálftíma lengur en önnu kvöld þegar hann landaði hlutverki sínu sem Harry Potter. Já, sem verðlun. Já, hálftíma. Hvað þetta leiðilega Hvers fólk. konar uppeldi var þetta? Gaurinn er að verða miljardamenninguna fyrir að vaka hálftími lengur. Góður ægi hérna á heimilin. Teddy fengi að vaka hálftíma lengur og hann er að klappa. Hvað þá að vera að fá hlutverk sem Harry Potter? Ég veit ekki hvað ég myndi ekki hérna. Herru, næsta, kólabirnir sofa 22 tíma á sólarhring. Já, það er alveg líf. Já, myndur þú? Ekkert eðla fyrir leiðilegt líf. Þetta er kósið, sant? Það leiðilega sem gerir að sofa sko. Já, internetið á NASA er 13.000 sinnum hraður heldur en internetið á góðum stað. Já, góðum staður í Bandaríkjunum sko. Við erum með miklu liðlega net hér. Já, þannig að það eru ljóslegra heima? örugglega Jó, 14.000 hraðar en Við hér. náttúrulega erum bara á eyju með eitt sæstreng og við erum með skítanet sko. Það er svoleiðis? Já, það held ég. 13.000 sinnum hraðar. Já, menn. Það er heldur rætt. Það er mjög hratt. Hekstar ekkert á þeim. Nei. Það er bara okkur síður. Nei, hvaða síður? Nei, bara ég segi það bara okkur síður. Já, Steindi, hvaða síður hygstar hjá þér? Vola, hyggsta netið ykkar mikið. Það ringir internetið. Það er næsta. Rudy Giuliani, fyrir borgarstjóri New York, giftist náskildri frængur sinni og þau voru gift í 14 ár. Voru sískinaböndna? Útskýrir margt hjá honum. Voru sískinaböndna? Hafði einhvern veginn verið skotin í frængu ykkar? Skotin í frængu okkar. Blessunulega lausið það sko. Við sluppum þar. Hvað þú er skotin í frænguðinni? Þetta er svona okkar sem getur söðukrok sko. Nei, það var 0 í 8 enga frængur að sögur. Típisk króksar Það voru allir í bænum. Stendur þú eitthvað verið í þessu öruglega? Nei, ég Þú ert líklegastur á okkur. er á móspennum, þannig að ég slapp. Já, því það er svo margir í Mosó. Já, 5 sinur fleiri en það er en á króknum. Ekki það, Steindi, þú ert nú fullt af sætu frængum. Þú væri kannski líklegastur á okkur. Ég hef ekki að skemmtulegu frængum. Já, það eru mjög hressar. Það er frá Hljóðs Vestmanniðum sem er mjög skemmtilegar en ég ekkert verið skotin í þessi betur fer sko. Nei, slepptu því. Herru, þá það er ein eftir. Fólk sem getur tekið 40 arbeigur í einu er mun ólíklegra til þess að fá hjartaáfall en annað fólk. Og ástæðan fyrir tók þessa, hún er ekki áhugaverð. Mér langaði að spyrja þig, Steindi, getur þú tekið 40 arbeigur? Það gæti það ekki at gunpoint. Ef þið er að reyna að fara að plata mig að fara að gera það núna hér, þá getið þið glemt því. Nei, þú verður eiginlega að gera. Nei. Maður sjá hvað þú getur tekið margar. Ég heldur ég myndi aldrei fara hérna á gólfið. Nærðu 40? Já, ég bara get ekki, ég myndi ekki gera það núna. Ég nenni. Ok, maður sjá þið taka 20. Nei. Gera það fyrir mig? Nei. Ákveð ekki? Nei, hvað er þetta ruggla? Þú of góð, ég skal taka arbeigur. Já, þið finnst það It's a double dare Steindi. Já, Steindi, takk, maður sjá. Ég skal taka kannski eftir, ég nenni ekki. Getur þú 20? Já. Þetta er ekki vídeo. Nei, en bara fyrir okkur að sjá. Lagagómurinn sem hann hlustaði sér þið ekki taka arbeigur sko. Ég get tekið 10. Maður sjá. 5. Ég get tekið 1. Ok, maður sjá hvort þú getur tekið 10. Hvað mækarinn? Ég er ástafrið tókið inn. Ég er mjög forvitin, Steindi. Hvort þú getur tekið 10 arbeigur. Já, ég geti tekið 100 arbeigur. Maður sjá. Jú, 100 arbeigur. Ok, synd okkur 20. Nei, ég nenni því ekki. Jú, hvað þú getur ekki sagt bara ekki tekið 100 og ekki gert það. 10 arbeigur? Já, maður sjá. Og ég þarf að brjóskassan er í gólf Já, þú veist, þetta þarf að snerta. Ég tek bara venjulegar arbeigur. Já, þetta þarf að snerta. Ok, Steindi fann mér sem er í Dóttur fútból, hann getur ekki 100 arbeigur. Jó, ég er að horfa þetta. Þú veist að bringa þarf að snerta gólfið. Já, 1, Hörðu það, strax 2, 3, 4, 5, nei, 6. Þannig að samt að koma óvart. 7, 8, 9, já, 10. Herðu, ok, þetta er vel gert. Hann er öflugin í held. Ég gæti tekið 100. Þetta kemur óvart þarna. Sko, stráka, þið gleymið einu. Það er líka fallegar arbeigur, stjáðbeinn. Já, þetta er vel gert þér. Þótt að ég, sé nú með smá Þú svona. ert ekki móður eins og ný. Nei, ég er með smá, kút á mér. Jó, ég er smá móður. En þá var ég samt, sko, ég var málari 5 ár. Já, þú vart með sterkar hendur. Ég er ekkert eðlilega handsterkur. Varstu slagasti málar og Íslandíka? Nei, ég var bara ágætismálari. Og ég gæti tekið 100 arbeigur. Ég sverða. Ekki einu. Í einu. Ok, ég skal beðja við þig. Ok, stefnum sig. Þetta var þetta mjög þægilega 10 arbeigur hjá hann. Ég gef hann það, ég held hann í vesinni. Hvað var það sem var hrossaskítu, drengir?
Þú þarft að rifja þetta upp 1/10 getin á IKEA-rúmi Þú ert líklega til að hyggstæði og kýtla sem graki Robert Pattinson bauði stólka sínum út að borða Daniel Radcliffe fekk að vaki hálftíma lengur þegar hann fekk Harry Potter Kóalabitni svo við 22 tíma Interneti á NASA er 13.000 sem hraðar en öðrum stöðum Rudy Giuliani giftist frænku sinni og fólk sem að getur tekið 40 ára byrju einu er ólíklega til að fá hjartaáfall Ég held að þetta séu arbeidina sko Heldur það séu færri þá að Ég sko, ég meina, þú veist, jú sko, ef það er feitt Ég fólk segi að Interneti á NASA það kannski að TED hraðar, það er ekki 13.000 sinnum hraðar Nei, I call horseshit Ég ætla að segja að sé arbeidunar, það er aldrei gott að vera í leilu formi en ég held að sé ekkert mikið líklara Hvoruðum með þetta rétt Ég bjóð til með hyggstan og kýtla Það er bara eitthvað kjæft það sem ég bjóð til Ég veit að verða nokkrir á Instagram með brjálaði núna því að ég lofaði flottulega-keppnin tíminn er búin að hlaupa frá okkur við náðum ekki eins og fyrir fellow kids bara annan föstudaginn í röð sem er eitthvað gott fyrir mig þegar þú er alltaf að pakka mig saman Já, en how do we do fellow kids Já, með rosalega keppni núna þetta er skita sko Já, og svo ætlaði þú verið með spurt og svara líka ég er með það bara næst Ég er svona hvetja hlustendur til að senda á mig áfram á Instagraminu í fellow kids því að þetta er náttúrulega allt saman bara frasar frá hlustendum og unga fólkinu en svo var líka, ég er að svíkja rosalega ég var líka beðin af nokkrum að fara í UFC-hotnið af því að það er risakort annarkvöld en við náðum ekki að gera það Nei, svo varstu líka búin að lofa að fara í augljós og staðrendir sem hafi ekki verið í marga vikur Við þyrstum að vera í 4 klukkutíma Við bara breytum næsta föstudag þá bara sleppum við einhverjum liðum sem eru vennilega og förum í hérna Já, það er svona Við passum okkur, en hvernig finnst ykkur, sáuð með Eurovision, Daði Það er ekki bara góða fréttir Ég og Egill erum ekki alveg sammála með þetta Það er góða frétt fyrir Ísland Þið finnst ekki góða frétt fyrir hann Já, sko, þetta er góða frétt fyrir okkur, Íslandíka Því að hann á fanbase og ef hann gerir gott lag sem ég hef alveg fullt að trúa að hann gerir það Hittlægi hans var orðið bara heimsfrægt En ef ég væri umbóðsmána sem myndi alltaf segja hann að setja sokki í kvelli Akkur Þið voru eitthvað ræðið þetta það er langar með ræðið þetta að Eurovision síðast, hann var spáð fyrst sæti samkvæmt bookies og það var ekki keppt og heimurinn fór að skoða hver var líklegastur og fór að hólka sér bak við hann út af því að það var ekki keppt og hann er búin að vera fárlega vinsæll ég var að skoða Spotify hjá honum að bara svona ganni var að skoða 5 vinningsastu lögin hans hann er búin að fá núna bara í spilanur af öfstu 5 lögunum 45M inn á reikningin Það er bara 45 miljón views eða hlustanir eða 45 miljónir Cash Hvað færðu fyrir eina hlustun? Ef ég hlusta á eitt lag 0,78 krónur Þannig að þú sér það ef að lag er með 1 miljón spilana þú getur auðvitað 780 skall fyrir þig Hann gæti verið með eitthvað label sem er að taka allt Og hann er með Think About Things er 55M Já, en ef hann er ekki ef hann setti þetta ekki sjálfur ef hann er með label Já, en ég sé ekki okkur dag þetta verið með ég ætla ekki að fullera Hann er með í stúdíu og allt Ég myndi halda hans að gefa þetta út sjálfur Þannig að það sittir að hverjast á króna fer til hans Já Náttúrulega til hljómsveit, gagnamagni Já, þú veist, en þú veist, hann vantalega tekur Hann er vantalega höfundur lagsins Ég segi, hann er potið að upplúta þessu sjálfur og hann er búin að fá hann að 50M plus hann að einhvern Spotify En okkur ætti hann ekki að taka þetta í Eurovision YouTube er að skilur einhverjum sveipa, kannski 20M plus og það er fyrir auðvitað gig og alltaf kjátt það sem hann að gera hann að ég held bara að Eurovision getur drepið þig, bara þú fyrir Eurovision tegur þátt eftir það Já, þetta er rosalega góða punktur í það það gerðist ekkert í ABBA eftir að fóru þetta með Waterloo Undantekning, bara frægast að hljómsveit allar tíma Einu en undantekning, flesti sem fara í Eurovision Celine Dion náttúrulega gæti ekkert eftir Eurovision heldur Já, en svo má ekki heldur gleyma því að hann getur mætt Já, ekki fleiri Ég ætla að baka það saman Hann gæti samt mætt í Eurovision Við erum með jafn gott lag því að síðasta lag var geggjað hjá það var af æðislegt hann getur mætt með svipalag og farið í 100M spilanir kassavelin þar og í rauninni bara gera það ekkert að hjálpa en ég held að hjálpa honum rosalega að Eurovision hafi ekki verið ég skal kaupa það besta sem gætt gest fyrir hann var að var ekki Eurovision hann er búin að ride that wave vinsæll og nú er hann að fara frábært fyrir þjóðina, slæmt fyrir hann það með faglega persónulega mat en kannski hann bara að gera þetta fyrir þjóðina Já, og ef þú ert að gera þetta fyrir þjóðina Daði, takk En ef hann er, svo geta hann líka verið að hann sé bara það kokki að hann bara fara allar leið og taki það Já, það verður bara geggja, ég er ekki samanlaglega Hann á fanbase Já, sjálfsögðu hjálpar Við erum fans Sko, hann var bara huge á TikTok Ég get ekki unnið þetta, þú velur að vinna þetta sko, sem er bara frábært en ég tala bara eftir það
fyrir að vinna ekki rúmfattalaganum, en þú veist, hann náttúrulega kassaði það sinn, sko. Já, með að góðast að segja okkur, þá var hann 100 milljónir. Já. En það er komið að Það sést lokum bara á Spotify-inu. hér hjá okkur í FM 95 Blöð. Takk fyrir hlustunina í dag, kæru hlustundu. Við minnum á það er Kahoot Pub Quiz á FM 957 Facebook síðunni. Hann að endilega farið þar inn, byrjar 6:30, geta allir tekið þátt. Þið með það? Nei, Rikki G og Brennslan er með þetta. Yes. Svo minnum við náttúrulega á Eurogarinn á sunnudaginn Já. og það er sturlaða þáttur. Það er staffaferð. Já, það sögði allt upp úr í síðasta þætti og það er bara allir orðnir óvinnir, þannig að það er hópeflisverð, staffaferð í bústað Já. og það er aldrei jákvæmt. Og er ennþá konunas danna titlingaveika? Þú sér það bara í næsta þætti. Makar koma með. Þú verður ránað með þetta. Makar fara með í bústað. Með hvað þú varst að spá í Við getum orðað þannig að Danni verður ekki sáttur í næsta þætti. En já, við bara, það er komið að lokum.